Eitt svona kannski áður en að við hefjum okkar formulega spjall og það er náttúrulega þessi stóri viðburður 20. júní. Hvernig bara framkvæmdin og skipulegning, það lítur að vera mörg að hyggja núna næstu dagana? Það er mikil áskorun að láta svona viðburð heppnast því að þeir hafa margir misheppnast þarna því miður af einhverjum orsökum, sérstaklega nú frægt umferðarklúðrið 94 þegar menn sátu bara fastir tímanum saman og það var dýrmæt leksía. Nú hefur tækninni fleygt fram og samskipta möguleikunum, netleiðis og gegnum gervitunglinu öll og stóra áskorun í mjög nánu samstarfi við lögreglu yfirvöld á Suðurlandi og í Reykjavík og alla gæslulið og björgunarsveitamenn að fyrsta lagi hámarka fjölda þeirra sem að nýta sér sætaferðirnar frá Klettagörðum 27 að Þingvöllum beint að innganginum þaðan sem fólk verður síðan sótt aftur eftir viðburð og keyrt aftur í bæinn. Með því að hámarka fjölda þeirra sem fara með sætaferðum, þá er þetta lágmarka líkurinn á því að það verði mikil tepping á bílaumferð. En hin leiðin er því að hefja dagskrána mjög snemma. Fyrstu sætaferðir fara klukkan 10 til þess að mæta því að klukkan 11 eru sem sagt fyrstu listamenn að stíga á svið og þeir sem að vilja absolutt vera á einkabílnum, þeir fara á tæpastíg sem sérútbúin bílastæði eða brúsastæði sem þar við hliðina og það eru skutlur sem skutla fólki þá að haki þannig sem gengiði niður. Þetta við erum að segja við fólk farið núna strax og tryggið ykkur bestu mögulega leið að Þingvöllum. Getur farið á moment.is, bókarútusætið getur líka farið á greilan.is. Síminn var að auglýsa fyrir sína viðskiptavini, einhver sérkjör, þannig að takið rútuna, því að eftir einn og sumir vilja fá sér bjór þegar þeir hlusta á músík og njóta dásemda. En við erum þetta höfuðástæðan, við erum með gríðarlega öfluga umferðarstýringu og gæslu á svæðinu og á þessum bílastæðum öllum. Það eru 3 lykil bílastæði, 2 af þeim eru uppseld og 3. mun seljast upp, þannig að brýna fólk núna, verið ekki að fresta því að koma ykkur á staðinn og það er engin umferð í boði eftir klukkan 3 fyrir þá sem er ekki beinlínis að fara á tónleikana, þannig að það er ekkert sem heitir að skuttla og fara svo aftur tilbaka, takið rútu og verið glöð. Frábært að fá þig í heimsókn. Takk fyrir. Ég ætlaði kannski að byrja, við ætlaðum að koma aðeins inn og þú varst strax byrjaður í sagnagýr áður en við förum í loftið, en svo þegar ég hringdi í þig þá ætlaði kannski að byrja á því að þá stóð Sölvi Ísland í dag sem var svona rifjaði upp fyrir mjög gamla tíma líka. Þú hefur vistað mig sem slíkan. Já, það er bara nær til ársins 2007, þess örlaga ríka árs þegar allt var í mestum blóma rétt fyrir stóra hrunið. Þá var Ísland í dag og það var morgun sjónvarp á Stöð 2 og það voru alls konar skrautlegir þættir og við erum enn að horfa á gerjun á þeim markaði sem útvarp og sjónvarp og nú höfum við bæst við hlaðvarpið. Þannig að það hefur verið að færa út kvíarnar í fjölmiðlun á Íslandi sem annar staðar. Já, mér er svolítið forritin þetta er eitt af því sem varst að tala áður við byrjuðum með þessa útlegðina. Að hvernig kemur það til að þú ferð út? Já, það er þannig að ég er sem sagt búin að starfa með stuðmönnum innan MH. Svo fara þeir sem að voru fyrstir í stuðmönnum, Þórður Árnason og Gylfi Kristinsson, þetta eru menn úr gerðunum, heiðagerði og einhverjum öðrum gerðum, sem saminuðust okkur úr Hlíðunum hann í MH. Þeir stofna Rifsberja sem progg-rock-hljómsveit og mér var boðið að ganga til liðs við þá en foreldrar mínir leyfðu mér ekki að vera í hljómsveit fyrir ég var í búið með stúdentinn. Og þegar ég var búið með stúdentinn og þá var Geiri Óskars horfinn til Svíþjóðar að áhyggjum foreldrar sinna og við erum alltaf það ungir að foreldrarnir hafa mikil áhrif í líf okkar og hann átti að fara að læra plötusmíði eða einhverja rafsuðu þar. Nú þá erum við að sækja okkur trommuleikara sem geti spilað hinn flóknu beat, 7, 8 og 5, 4 og allt þetta og hann var ekki til á Íslandi og laus á þenn tíman við fórum til Bretlands, sóttum Dave Dufort hingað og hann var svo
passaði svo vel inn í þetta, það var tekin alveg 3 mánaða æfingar törn og fjárfest í dýrum, kerfum, hljóð og ljósi og back projection og allu. Og svo þegar við vorum búin að starfa í 3 mánuði, þá ég kallaður á teppið hjá félagi íslenskra hljóðfæri leikara eins og það hétt og sagt að það félag sem var uppalega stofnað til að standa vörðum gigginn á Íslandi, það hefði borist kvörtun. Þessi Breti var í að þvælast fyrir á markaði og hefði að fara úr landi innan viku eða hefði ég kallaði fyrir hérastóm. Og það var skekkjandi og ég var logandi hrættur og það hélt neyðarfund og það niðurstaða neyðarfundarins var svo að það hefði bara farið eins og trommarinn lagði til, bara með honum til Bretlands að gera út þar. Þetta átti nú að vera kannski svona skammtíma lausn en hún endaði í aldarfjórðungs útlegðu minni og allskyns ævintýrum sem ég hefði alls ekki viljað fara að missvið. Það er áhugavert þegar maður horfir tilbaka á líf sitt, sko, hvernig það er einhver svona lítil augnablik sem geta sett í einhverja vegferð sem að var jafnvel bara í áratugir. Já, það eru alls konar dulbúnar gæfur sem að virðast ekki vera til heilla en reynast vera það og þetta hefði líf mitt af því allt annan veg ef ég hefði nú farið eftir plani foreldrar minna og fengið þetta eina ári í frí en sess síðan í læknadeild Háskóla Íslands að haustinu eftir. Já, var það planið? Það var planið. Já. Og ég fór með anatómíuna með mér út og var á náttborðinu mínu og ég rútonum þannig ég með, það blundar í mig læknir. Það blundar í þér læknir? Já, ég er mjög gaman að því og svo fyndi að blundar líka læknir í dætrum mínum. Ok. Bryndís dóttir mín búin að vera hún var að útskrifast úr sálfræði, sko. Hún hefði haft mikið áhuga á þess konar lækningum og heilun og nutti og allir því. Yngsta dóttir mín Katrín var varla að byrja að tala þegar hún sagði okkur hún ætlaði að verða skurðlæknir. Þannig að það eru læknar í minni fjölskyldu, föðurfjölskyldu, Gilsbakkafólkinu, það fjöldi lækna þar og Magnús Andrésson langafi minn sem var þetta prófastur á Gilsbakka og alþingismaður, hann var einn fyrsti svona homópatinn á Íslandi. Já. Það er smáskammtalækningum. Þannig að þetta svona og síðan föðurbróður minn Jón, bóndi á Hvítabakka, hann var kallaður til þegar mikið lá við og gekk í svona dýralæknastörf. Ég man einu svona á töðugjöldum, þá var neyðarkall frá Varmalæk. Jakob á Varmalæk sagði að það var kú að springa og Jón dreif sig upp yfir og við með honum, synir hans 2 og ég og þar var sko bara eins og blaðra væri bara að fara að springa, það hafði komið svona einhver gasmyndun í meldingarkerfi skepnunar og ég gleymi því aldrei, Jón var með einhvers konar hníf í hulstri og rak hann bara beint inn í hliðina á kunni og tók svo hnífinn úr hulstrinu og hleypti út gasinu og þetta var bara eins og bladra sem smá saman gekk saman ótrúlegt en hann kunni svona galdra og bjargaði lífi mjólkur kýrinnar af Varmalæk. Þannig finnst ég veit ekki ekkur í hugsa núna það er að tala um Hallgrímur Magnússon sem var yfirlæknir í Hveragerði, sko. Já, það var mikið af alls konar galdramönnum í gegnum tíðin á Íslandi, sko. Já, ég var ágætisvinur hans og systur hans, Sigríðar Ellu Magnúsdóttur söngkonu frábær og hann fór svona nýja slóð, svo annar maður í Hveragerði sem að heitir Haraldur Erlendsson sem var nú yfir heilsustofnuninni þar árabil, búin að búa í Bretlandi áratugi. Hann nú búin að koma 5 sinnum í viðtal. Já, bæði sko geðlæknir og lyflæknir og ofsalega merkilegur, stórmerkilegur og óvenjulegur maður og faðir hans var náttúrulega sálfræðingur og ekki síður merkilegur, hann Erlendur sem að sérhæfði sig að stúdera Sai Baba, þann mikla töframann á Indlandi. Já, og var lengi að kafa í hvað gerist, reyna að fá skilning á því hvað gerist eftir að þú deyrið. Já, ég hef nú sko verið sannfærður um það frá því að ég man eftir mér og það er að andi vor ekki endilega sko samofinn holdinu, hann hefur að líkindu verið flögrandi áður en að hann holdgerðist í manni sjálfum og öðrum mönnum og konum og flögrar eitthvað annað eftir að musterið byrjar að rotna og visna.
Já, er það ekki, ég segi sama, sko, það er einhvern veginn þetta sem að kallast á ensku consciousness, sko, vitund. Vitundin deyr ekki þó líka með deyr, sko. Já, við erum nú, mín fyrsta plata, undir eigin nafni, Hort í róðan, hún er í sjálfu sér spannar, það er þráður í henni sem er maður á Breiðafirði, Ívar frá Purkey sem er að róa til fiskjar og það brestur á með óveðri og báturinn hann hvolfir og hann drukknar og það sem hún ferði í gegnum í textum plötunar er eins konar upprifjun eins og sagt er að verði þegar menn fara yfir móðuna miklu þá kemur lífi bara í hraðspólun tilbaka og það er þessi plata Hort í róðan með öllum þeim breyskleika og öllum þeim gleði og sorgar momentum í einu lífi og ég man þegar ég var búinn með þessa plötu þannig er ég bara eitthvað tvítugur og bara hugsa með mér þegar ég hlusta á hann tilbaka býttu nú við samdi ég þessi lög og þessa texta og ég var eiginlega sannfærður þá að það hefði einhver annar gert það í gegnum mig. Já. Oft hugsaði þetta mjög skrítið og svo Manstu eitthvað eftir í þegar þú varst að semja þetta? Því ég oft á tíðum held ég að sé þannig með listamenn að ef þú nærða tengja þig mikið inn í flæðið þá getur eitthvað verið að koma í gegnum þig. Ég er alveg sannfærður það vegna þess að þetta hefur aldrei neitt flætt jafn áreynslulaust í gegnum mig eins og þetta og ég var ekkert meðvitaður það fyrir bara þegar ég fór að hlusta á eftir þá var ég svo hissa á þessu og sem gerði við tónleika, Eyþór Gunnarsson var með mér og Guðmundur Pétursson og Valdimar og fleiri verið með tónleika með þessari plötu, tókum hana í gegn alveg frá allir setu og Eyþór var að segja við mig daginn, þetta er bara einn af eftirminnilegustu svona upplifun í tónleikahaldi og bara hann er alltaf að spila klippsinn að þessu, þetta var sýnt á sjónvarpi Símans og hann setti þetta inn á fjarsbókina og við ætlum að hann leggur það einn dag til og við flytjum titillagið á Bergmáli á Þingvöllu þegar stuðmenn leika þar 20. júní. Þannig að það er svona, ef að hlutirnir koma til manns með svona hætti þá verður maður eiginlega sterkar í trún á það að það sé líf að loknu þessu og líf áður en að maður byrjar að muna eftir sér. En ég sko, nú aðeins verið að átta mig á því í seinni tíð, það er alltaf verið að segja, hvernig stendur þú manns svona óðbáslega mikið, Jakob? Þú mannst allt, alla þræði, allar ættir, allar staðreyndir og allt þetta og ég hef fengið svona stuðning frá sérfræðingum við það sjónarmið sem að ég held að sé skýring á þessu og sem rætur í ákveðnu tráma, ákveðnu áfalli. Ég er sko fæddur í Kaupmannahöfn og faðir minn var þar settur yfir skrifstofu SÍS í okkar gömlu höfuðborg og svo býðst honum starf í New York og þá var ég eins og hálfsárs og þá fá afi minn og amma og Akureyri, Jakob Frímannsson og Borghildur Jónsdóttir að vista soninn sem þau aldrei eignuðust og þá bý ég hjá þeim meðan pappa og mamma er í Ameríkunni næstu árin og ég er eins og hálfsárs þegar ég er náttúrulega nýkominn til þeirra sef við hliðin á þeim þá er í Svefnherbergi í glæsilegu húsi við Þingvallstræti 2 sem afi teiknaði og reisti sjálfur og ég man sem gerst hafi í gær þegar ég vakna við þá skelfilegu staðrind að ég er orðinn blindur og ég rekk upp og ég verð ofsahræddur og ég byrja að sparka með hælunum í rúmið og gaflinn á rúminu og ég raunni bara að kalla á hjálp og afi vaknar, þetta verið svona eldsnemma morgun sem byrjar eitthvað að strjúka mér og svona skoða búnaðinn og allt þetta fyrir fram í baðherbeggi, sækir handklæði og setur heitt vatn á það og kemur inn ég man eftir fótatækinu, hann kemur og með þetta heita handklæði og leggur það á augtóttirnar og strýkur límkvoðuna sem að reyndist að bara vera kvefkvoða sem að læsti augnlokunum aftur. Já. Og þetta veitti mér sjónin og ný. Í stærsta skilningi þess orðs má segja sko, því að kendi mér svo ótrúlega margt.
eftir þetta man ég hvert einasta fótmál. Það svoleiðis. Það bara þannig að ég man bara hvernig maður gengur niður og upp stigann og fylgir honum eins og skugginas hvert sem hann fór og ömmu sömuleiðis. Þetta og út í rúlla einhverjum snjó og svona. Hvað ertu gamall? Eins og hálfsárs. Og manst allt eftir það? Allt eftir það. Og þetta á maður ekki að gera, en ég hef hitt fólk sem hefur svipaða sögur að segja, þannig að þetta ekki algjört einstæmi, en þetta svona, ef þú ræsir minniskubbin svona snemma, út af einhverju, getur við sagt, svona sjokki, einhverju hræðslu, þá getur maður ímynda sér að hann byrji bara hreinlega fyrir að safna gögnum, eins og harður diskur. Það mjög áhugavert, sko, að velta þessu fyrir sér með heilan. Og DNA-ið og allt þetta, sko. Ég trúi því að ef einhvern veginn við náum að tengja okkur nógu mikið, þá getum við sótt ofboðslegt magna upplýsingum sem þegar búa innra með okkur. En kunstin sko í nútíma samfélagi þegar áreitið mikið á heilan að vera nógu tengdur til að ná í þetta, sko. Svo nú þetta svona þessi fræði, jógísku fræði sem að lúta því að hreinsa hugan af öllum hugsunum og ná svona tærri vitund, eins og vatni sem bara slétt og þá ferðu dýpra í undirmeðutunduna, þá byrjar að kafa, þetta nú svona fræði kennd við innhverfa íhugun. Maharishi, Bítlajógin, hafa nú í þessu mikið, nú það hafa komið hér á kennarar og kent þetta, Sigurjón Sigvardsson hefur verið að kosta nám í þessu hér á Íslandi með David Lynch, sáluga, sínum góða vini. Og David Lynch skrifaði bókina Fishing the Deep, eða Fiskað í djúpinu, þannig að hann vildi meina að hann sagti alla sína bestu hugmyndir í djúpið á vitundinni með þessum hætti, þannig að nú erum við farnir að auglýsa hugleiðslu prógram sjálfu og það bara að gera hverja fólk til þess að fara í lótustellingu strax í dag. Algjörlega. En mér langaði að koma því hún nefndi Þingvelli, mér langaði að fara inn í það núna, en aðeins áður við fyrir þangað, út að við verum að tala þetta með þegar þú segir að þú áttar þig ekki alveg á því hvernig þessi texti kom frá þér, af því nú heimsmeistaramótið í fótbolta, það var bara hefjast í gær. Já. Og þá hugsa ég ofta sama, þegar þú sérði einhvern eins og Messi upp á sitt besta, Já. Það einhvern veginn eins og hann fari út úr sjálfu sér, og það eitthvað að koma í gegn, þetta það miklu galdra, Já. Maður hugsa þetta oft með svona þá sem að ná algjörum hápunkt í sinni list, hvaða list svo sem það Já, það Mozart var nú talinn svona að vera beintengdur við almættið í sínum himnesku laglínum og kviðum öllum. Bítlarnir á vissan hátt náðu sambarlegri tengingu þegar best lét, bara eins og kæmi George Harrison talaði núna að lögin væru svona svífandi í kosmos og svo væri það bara spurningin að hlaða því niður. Akkurat. Eða fá það sent að ofan eins og margir vilja meina, þú veist að þú þarft að vera opnaði fyrir því að þetta komi til þín. Gerist þetta með ýmsum hætti og sem sagt að það örugglega, það engin ein leið í þessu, til þess að þetta komponera músík, en ég trú á það að það sé farsælast að leyfa þess að koma til sín með eðlum hætti í staðin fyrir að laborera það og berja það saman með einhverju verkfræðilegri svona strategískri sjálfsögun og hörku. Já, ég las fyrir ekki svo löngu bók eftir hann heitir David Hawkins sem heitir Power vs. Force. Já. Og það nefnt svona að tala að þetta maður sem var, ég held hann hafi verið, hann hafi ekki verið moldríkur upp á 50 læknir, en var komið með einhverja 6 sjúkdóma sem voru bara að fara að draga, og þá fer hann og einhvert út í skó og segir bara annarkvort nægi að finna út úr því hvað að mér, eða ég bara dey. Og þar verður hann fyrir einhverjum svaðalegum uppljómunum. Og það sem að hann byrjar að uppgöta þar og það sem hann að tala um í þessari bók þetta munurinn á því að vera í force sem svona að vera á hnefanum að reyna að kreista eitthvað fram, eða einmitt að sleppa nógu mikið tökunum til að þú fái powerið sem bara í að hlutinni fara að koma til þín. Akkurat. Svo nú svona, því þú nefndir Harald Erlendsson áðan, þá hann í svona dálítið ört vaxandi hópi
bæði íslenskra og sérstaklega erlendra lækna og sérfræðinga og sálfræðinga og geðlækna sem að horfa á breytta nálgun á því hvernig geðsjúkdómar og fíknisjúkdómar sérstaklega eru meðhandlaðir. Og eins og það nú frábært að eiga svona sjálfsprottin samtök eins og SAA og sem að stofnuðu Vog og Krísuvík og allt þetta. Þá sko í fyrsta lagi rosalegir biðlistar og fyrir fólki miklu vanda, það er mjög erfitt að komast þar inn og það er stundum bara hreinlega seint. Og ratioið af þeim sem að læknast í fyrstu atrennu af gegnum slíkar meðferði, það er cirka svona 1:20. Akkurat. Og það er því miður eins og þetta er dýrt og velmeint og vel gert af þeim sem eru svona vinna við að koma fólki á betri brautir og losna undan fíkninni. Þá eru svona dálítið, getum við sagt, ótrúlegar þær mælingar sem eru á árangri af annars konar meðhöndlun sem er að fara beint inn í sálarlútuna með aðstoð einhverja annars konar meðala sem að geta þetta verið hættuleg. Albert Hoffmann sem að var að vinna í augnbotna hrörnunar meðali þegar hann allt í einu uppgötvar að myklaður rúur er LSD? Já, Lysergið. Já. Og samfærist það að þetta, þegar hann er búin að vinna í því í marga mánuði, þetta sé merkilegasta geðlyf sem fundist hafa upp og virki á þunglindi og geðsjúkdóma og fíkni sjúkdóma, hjónabandsvanda og allt þetta. En svo verður það meðal því miður að fórnarlambi sem við köllum svona amerísk græðgisvæðing og sölu og markaðshyggja, þar að segja það verður the trip. Wow, we need to market the trip, but til þess að komast almennilega af stað í ferðalagið, þá var að blanda einhver út í það og þá var að setja amfetamín út í þennan hreina miklaða rúg og svo þarf að gera ferðalagið bara meiri svona rollercoaster, einhverju meiri ævintýralegur upplifun og hvað setja menn út í það þá? Jú, arsenik, rottueitur. Já, var það verið að blanda því út í? Já, það verið að blanda því út í þessi markaðsettu trip sem voru Orange Sunshine og Blue, Purple eða hvað Purple eitthvað. Og þetta var til þess að sko þegar menn kannski fóru í einhver svona ferðalög og heimnarnir opnuðust eins og hjá Albert Hoffmann, þannig að hann var á leiðinni heim eftir að hafa sleikt puttana og farið úr sloppnum. Var hann ekki á reiðhjóli? Jú, reiðhjóli og byrjaði alltaf að dúa og himnarnir að vera guli, grænir og bláar og sess og í sófan heima og byrjaði að hallusinera. Að þegar menn voru að taka þetta í bland við amfetamín og rottueitur, þegar þetta voru hreinsast út úr skrokknum, þá brast á með svokölluðum bömmurum. Og menn fóru stundum brotlendu og sumir náðu sér aldrei ef að geð líkaminn eða ef voru glöfur svona í sálar árunni þá gátu það orðið miklar gjár sem aldrei læknuðust. Þess vegna var þetta í rauninni dæmt sem stór hættulegt eiturlyf og stór varasamt sem að sannarlega var með þessum kokteil. En núna eru þessir, sko, þá voru líka menn ekki að taka örskammta heldur stóra skammta, svo það nú menn eins og hann Steve Jobs og aðri sem að skýra frá því að örskammtar af svona Lysergiði eru opna fyrir einhverjar gáttir sem að, hann segir að sé lykillinn að því að farsíminn verði til eða Apple síminn með öllum þeim ótrúlegu hliðarverkunum sem hann hefur nú haft og er í sjálfu sér orðin eitt stærsta fíkni tæki mannkynsögunum. Ég mitt skrifaði sko ekki síðustu, þar síðustu bókjana mína á eigin skinni sem að gekk mjög vel. Ég skrifaði hluta henni á smáskömmtum af LSD. Það var mjög merkilegt sko að prófa það og ég er alveg samfærður að ég er nefnilega búin að ræða þetta svolítið við Harald og með þess í þáttunum að hann vil meina að þetta verði stærsta bylting geðlæknisfræðina frá upphafi. Og þá það einmitt að það er svo áhugavert að þú talar við eitthvað sem að hefur mjög slæma reynslu af sveppum með LSD, að þá kemur yfirleitt í ljós að viðkomandi hefur verið að gera það ungur á djamminu
ofan í áfengi eða Já, önnur já. efni, sko. Og án leiðsagnar, ég held að það sé Akkurat, afar mikilvægt. Ef akkurat. menn er að fara í svona læknisferðalag með einhverjum svona miðlum til að hjálpa Já. huganum að ná lækningu, að þá sé afar hættulegt að gera það svona hjálparlaust og eins og þú ert að lýsa. Og það eru sérfræðingar á Íslandi sem hafa svona þjálfað sig í því að leiða fólki gegnum þetta Já. og með mun betri árangri heldur maður hefði geta ímyndað sér. Já, það núna var að gerast í Bandaríkjunum að Donald Trump var að skrifa undir sko forsetatilskipunum Jú. að frekari rannsóknir á þeir eru reyndar ætla að byrja á, held ég, Iboga og Ibogaine sem er akkurat. planta frá Afríku Já. sem að virðist vera að gefa svo góða raun við ópíóðafík. Já, ég man að svona áður við lokum þessum kafla spjallsins sko að móður mín sálugu sem var alltaf stórkostlegu persónuleiki og heitlandi hæfileikari kona en hún glímdi við kvíða og svona vanlíðan sem að í þá daga var bara auðveldast að sefa með því að fara út í átífaferð og fá sér hvítvín eða eitthvað var og síðan náði það efni bara tökum á henni eins og svo fjölmörgum í okkar samfélagi og þetta var nú orðið alvarlegt ástand þegar hún hengt bara svona innan við 50 og byrjar samt bara 20 hjá henni sko, ágerist og svo var hún gift norður Akureyri og það var alltaf að fara í vaskinn það samband og það heimilislíf og hennar maður kemur til mín mjög ágjöfullur og segja að hann sé bara að fara yfir að þessu ástandi. Hann hafði sjálfur verið í neyslu, en tekið það á nefanum, en hún gat það ekki. Og þá kom svo hugmynd að hún myndi koma til mín, til Kaliforníu, þangað sem hún hafði látið sig dreyma að koma í heimsókn, en ég hafði svona ekki treyst mér til þess að fá hana ég held að börn séu mjög viðkvæm fyrir sko, foreldrum sem eru í vímu ástandi. Og ég átti mjög erfitt með það, en dýllum að sá að hún færi í meðferð á Freeport. Jónas Jónasson, útvarpsmaður, fór með hana þangað, gamall vinur. Og svo átti hún að koma yfir til okkar í Kaliforníu. En hún kom út úr flugvélinni með bjórdós í hendi og svo bara að byrja bara að sulla og sökka aftur og pelarnir faldir út allar skúffur og skápa og ég var mjög áhyggjufullir yfir þessu því að ég vissi að þetta væri að stefna í mikið óefni þegar heim væri komið en fékk mjög sterta tilfinninguna að kannski eina leiðin til að bjarga henni væri að setja hann á ærlegt sýrutripp. Já. En ég þorði ekki. Ég vissi ekki þá að þetta gæti verið raunhæfleið út úr þessum bráða fíknivanda. Akkurat. Og það hefði alveg getað farið á vestaveg, en þetta var svona instinkt sem að ég sé núna að það var rétt instinkt, því að þá hún dó 54 ára og bara mjög nokkrum misserum eftir að þetta fór allt í vaskinn þegar heima komið og það fyrir sjáanlegt sko. En hvað sem að verður, þá er alveg ljóst að fíkn sem fyrirbrigði mikið rannsóknar efni. Hvernig nær fíknin tökum á okkur í þessum fjölbreytilegustu myndum? Það getur verið matarfíkn eða það getur verið bara eyðslufíkn eða það getur verið kynlífsfíkn eða áfengis eða eiturlyfja fíkn og núna farsímafíkn. Já, Guðni Gunnarsson vinur minn, hann talar að öll fíkn sé fjarvera. Já. Það sé bara leið til að vera fjarverandi. Sko. Jú, þú ert að forðast það að mæta veruleikanum eins og hann hvort sem það er sími eða matur. Já, það er lýsing á því, en sko, hvers vegna er fjarveran svona æskileg? Væntanlega því að þú átt svo erfitt með að höndla veruleikan eins og hann myndi ég halda. Sko. Já, en þá þarf að rýna það. Jú. Ég man að Willum Þór, heilbrigðisráðherra fyrrverandi, frábær þingmaður og frábær maður. Við ræddum það mikið að hans heilbrigðisráðherra tíð hvernig væri hægt að hefja rannsókn á þessu fyrirbrigði þunglindi sko, og
sem að kosta okkur svo mörg mannslíf og líf ungs fólks. Sko, áföll geta leitt til þunglindis og erfðir geta valdið þunglindi, en svo líka bara, hefur maður kynst fólki sem að byrja bara svona með nokkur reglum vinklubili svona bólna uppbyggnin í kringum augun og bara líða óbærilega að þess að vita eða skilja hvað það er, og það vantilega einhvers konar efnafræðileg ferli sem að eiga sér stað sem að valda þessu, en ég held að við höfum svona verandi hamingjusamasta þjóð í heimi til margra ára, þá eigum við líka sko svona ýkt dæmi fjölda þunglindra og þunglindis sko líflátar. Það er náttúrulega ákveðin þversögn í því þegar við erum að skora sem hamingjusamasta þjóð í heimi, því það eru bara listar þar sem að fólk þú veist, bara svara sjálft, en á sama tíma eru sko 60-70.000 Íslendingar að taka kvíðið að þunglyndislyf. Og þú veist, það segir mann eitthvað stöðun eins og hún sko. Það er svona þessi þáttur heilbrigðiskerfisins sem stærsti gjaldaliður samfélags okkar, að það er alltaf að tala lýðheilsu og forvarnir og hitt og þetta, en við þurfum að setja stað fókusera það sko rýningu og rannsókn á rótunum og hvernig við getum læknað það þaðan í staðan fyrir að vera alltaf að díla við afleiðingar þessa alls. Algjörlega. Færum okkar aðeins yfir í Þingvelli. Þú talaður um sko, það er þessi stóri dagur sem er núna að koma. Þessi þáttur fyrir væntanlega í loftið sko mánudaginn mánudag, þriðjudag, miðvikudag, 15., 16., 17. júní og þessi dagur er 20. júní. Það að skipuleggja svona hlýtur að vera, sko ég get rétt ímyndað mér að það sé stórt og mikið verk. Og hér sitja pollrólegur, kortir í viðburð og spjalla við heim og geima. Já, einmitt, sem er örgulega gott líka, ekki að kúpla aðeins út. En þú veist, bara það að halda utan svona. Þú veist, ég einhvern veginn er að ímynda með það að venjulegt fólk nái ekki utan það hvað það þarf að huga mörgu. Flestir ímynda sér að þetta sé í svona samhengi gríðarlega flókið og fjölþætt sem það er, en þá hef ég bara verið svo heppinn sko að hafa verið hér svona í mínum hljómsveitarbransa frá unga aldri með aðra höndina á hljómborðinu og hina höndina, getum við sagt, í að skipuleggja allt sem tengist hljómborðsleiknum og hljómsveitarrekstrinum og festivalunum og útgáfunni og kvikmyndagerðin og öllu þessu. Þannig að þetta er mjög eðlislegt að vera með marga bolta í lofti með annari hendinni meðan sko fókusin er alveg á músíkinni í hægri hliðin á mér sko. Og ég, sem betur verið, ég stressast nánast aldrei. Ég er alltaf mjög rólegur innra með mér og það bara einu sinni svona í þessu ferli komið smá svona örlítill vottur á streitu, það er komið upp mjög sérstakar aðstæður sem ég ætla ekki að fara að þreita þig að aðra með, en sko almennt er ég bara, ég sef vel og vakna út hvíldur og kveldskýra sína hvað þarf að gera þann daginn og hvernig maður ætlar að haga því, en það er alveg. Sko, ég var á viðburðunum í Vaglaskógi og það er algjörlega stórkostlega viðburður og boðslega vel heppnaður og ég sá ekki betur en bara, þú veist, að það væri bara svona almanna rómurinn á svæðinu var bara, þú veist, þetta var eitthvað neginn, þú veist, bara vera nút í náttúrinni og fallegum íslensku sumardegi og það var að hugsa núna Þingvelli, sko. Þetta er mörgum svona flóknara mál og mörgum svona erfiðara viðuregnar, en markmiðið er auðvitað nákvæmlega það sama, að búa til eftirminnilega góða upplifun sem fólk getur rifjað upp og liði betur með, bara að hafa verið þáttakandi í og auðvitað stefnum við að því með öllum ráðum og dáðum að þessi viðburður sé hugsaður frá A til Z með það að meginmarkmiðið að allir geti komið glaðir og farið enn glaðari. Hvað er þetta margir? Hvað er það að reikna með mörgum gestum? Það eru 20.000 manns sem er heimilað að þarna verði og það er auðvitað
sko, við erum með á annað 1000 starfsmanna sem eru láta að reyna að fyrirbyggja óþægindi og fyrirbyggja umferðarteppur, fyrirbyggja að menn fari sér að voða með einum öðrum hætti. Við erum að girða hann alveg gríðalegt svæði og gjótur og gjár og svo þarf að girða af svæði, inngöngu og útgöngu og bílastæðin og rútuflutningana og svo náttúrulega allt sem við kemur sviðunum tveimur og tæknin í kringum þau. Það er ansi margir þræðir að halda hann utanum og allt miðast að þessu sama og svo bara það að vera á þessum stað og Vaglaskógur þetta bara dásemdar staður að halda svona viðburð á og reyndist bara enn dásamlegri heldur mann hafði gert sér í hugalund. Hafandi þó verið þarna í lautarferðum með af og ömmu frá ungum barnsaldri. Þetta er svona bara sögnin í svæðinu. Þetta er náttúrulega svo ótrúlegt að ótrúlega tilviljun að í þjóðgarði Íslands þessar friðsömu herlausu þjóðar hér á toppi hnattkúlunnar skuli mætast evrasíski flekinn og sá ameríski og nuddast saman í miðjum þjóðgarði Íslands. Það er einhvers ægileg staðreind, sturluð staðreind og ánægjurík og vitundarvekjandi því að stærsta verkefni okkar mannkyns í dag er að byggja brýr á milli hinna ólíku fleka heimsins, hinna ólíku menningar heima og hugmyndakerfa sem er að rekast á með svona ýmsum óþægilegum hætti og svo hefur við bara í leiðin að minna okkur sjálfa á hvað við erum heppin að vera on top of the world, að vera hérna á þeim stað sem einu sinni var talið neistu endimörk heimsins en er í rauninni svona mitt á milli stóru meginlandana, Ameríku og Evrópu og sá eftir sótti áfangastaður sem raun ber vitni. Maður hugsar aftur svo ég vitna aftur í Guðna að allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Að við erum stundum svolítið góði að vera að veita því athygli sem er aðeins. Í staðinn þegar að setja athyglin á. Maður hugsa stundum hvað segir mér, þetta stórfenglega land og allir þessi tækifæri. Hvað myndum við geta gert ef við myndum núna að segja, við viljum setja athyglina á, hvernig getum við gert Ísland að bara, einhvers konar miðstöð friðar og hugmynda og við ætlum að vera þar 2040 Já, við erum langt komin í þeim efnum. Við höfum alla innviðina, við erum með venjúin og ráðstefnusalina, það vantar ekki, við erum með strúktúrin og við erum með gistirýmin og veitingastaðina og þá staðreind að við eigum enga óvin í reynd. Við getum sagt sem svo að við höfum ræktað vinskap til austurs og vesturs og í allar áttir og við höfum fjárfest hér í menntun og heilbrigðiskerfi og innviðum sem að eru fáheyrðir í heiminum. Norræna velferðarmódelið eins og sumir hafa talað það og talið hafa verið svona Svíþjóð hafi leitt þá þróun. Norðurlöndin auðvitað, það var svona aðdáunarverð í mörgu tilliti. Ég segi það enn og aftur, hafandi búið og verið fæddur í Danmörku, búið í Bretlandi, búið í Bandaríkjum, ferðast allan heiminn. Það er engin staður í heiminum sem ég myndi frekka vilja búa á og alveg börnin mín á, en akkurat hér, þar sem við erum núna. Og það er fínstillingin á kerfinu er viðvarandi verkefni. Í því erum við og svo bara spurningin hversu kurteislega og fallega við getum beitt okkur í því að færa þetta til betri vegar og gera lífið betra fyrir alla, létta á spennunni sem að þetta er umtalsverð hver mánaðamót að eiga fyrir þessum rosalegu vöxtum og vaxtaverkjum öllum og hvernig við gerum bara lífið betra en það og er það þó betra hér en víðast hvar. Já, því maður hugsaði við nefndum þetta áðan, við tala andlega heilsu, að
hugsa sko þessa tölur sko, þú veist hvað það er orðin óbúslega mikil offita hérna, neysla á kvíða og þunglyndislyfjum og þá hugsa maður þetta sem þú ert að segja með sko vextin og við nefndum og þú nefndir að hann orðið streitu, þú veist ég mjög sjaldan stressaður í streitu og nú það alveg vita að streita ekki góð fyrir heilsuna og það einhvern veginn þetta, þú veist, þú vaknar inn í daginn og þér líður nánast eins og sért í skuld við kerfið, sko, og þú þarft að byrja að hlaupa af stað. Og ég heldur séum svona stödd í svona smá lúppu með það að, meðal Íslendingur er það mjög mikill hraði og hluti af hraðanum er þetta, sko, að þú ert alltaf að hlaupi að ná í næsta level á verðbólgun og vöxtunum, sko. Svo hef ég nú upplifað það þegar ég bjó til þess á Bretlandseyjum á 10. áratugnum. Þegar ég kom heim, svona kannski einu sinni í mánuði eitthvað svona, þá skynjaði ég bókstaflega þegar ég kom og tylti fæti hér á íslenska mold og fold að orkustigið mitt hækkaði upp 5, 10, 15%. Hvort að það er hinn svona tiltölulega nýbakaða hraun kvikaöll og súrefnið hreina og góða og hafstraumarnir en það er hærra orkustig í mannfólkinu hérna heldur en víðast annars staðar og ef að maður er ekki að glíma við einhverja heilsubresti þá held ég að við séum alveg sérstaklega duglegt fólk að upplægi eða kraftmikið og afkastamikið og við erum að sinna hér þessi 300.000 Íslendingar sem búa hér á 100.000 aðfluttir starfsmenn sem að gera mögulegt að keyra þetta hagkerfi og ferðaþjónustu og sjávarútveginn og byggingariðnaðinn og allt þetta, að þá erum við sjálfur sér ákveðið kraftaverk. Algjörlega. Að þessi fámenna þjóð skuli vera með svona margar fjölþætta birtingamyndir velferðar, velmegunar og framsækni. Algjörlega, nú ég bara að hugsa ég var að taka viðtalinn í gær við hann Vigni Vatnar, stórmeistari skák, ungan strák, og hann var að tala held að ég sé að muna rétt að Íslandingar eigi 25 stórmeistari skák. Já. Og í gegnum alla mannkynssöguna hafa verið 2000 stórmeistarar í öllum heiminum, Þannig að þetta í raun og veru tölfræðilega bara galið, Og við förum yfir bæði afreksmenn í svona kraftliftingum og hefur lítum til fegurðardrottningana og svo listafólksins og þá er hlutfallslega með og smæð þjóðarinnar þá erum við í algjörum heimsmetum í öllum deildum það minna og við skulum passa okkur að ofmetnast ekki og verða ekki dramsöm því að það er falli næst en það er eitthvað hér sem við búum yfir sem er óútskýrt alveg eins og rætur þunglindis eru að stórum hluta útskýrðar þá gæti verið einhvers konar nettmanía í gangi líka sem að gerir Íslendinga svona þrefna í athöfnum sínum og hver Íslendingur er að sinna kannski bara eins og ég var að lýsa hér áðan ég orgelleikari og svo ég líka að gera 10-15 hluti á sama tíma og þannig erum við flest, við erum að sinna, við erum með marga bolta á lofti. Já, ég man núna þegar ég var að gera þegar ég gerði bíómyndina mínum fótboltalandsliði, þegar þeir voru á leiðinni að komast inn á EM, komast á EM og HM sem er algjörlega galinn árangur. Það nú eitt, íþróttamennskan öll. Þar man ég Heimir Hallgrímsson, það er ein stutt sena þarna í myndinni, þar sem hann er að fikta í einhverjum ljósvarpa og svo er hann að gera eitthvað hlut og græja allt sjálfur, og segir einmitt að við erum bara Íslendingar, og þá fórum við með þetta svona að velta þessu fyrir okkur og við áttum samtal kannski portugalska eða þýska landsliði, þar eru örugglega svona 90 manns að vinna það sama og 6 gera á Íslandi, Já. Og það er náttúrulega líka í þessum fjölmennu samfélögum, þá verða til svona union eða svona verkalýðsfélög sem að standa fastan vörðum sitt til þess að vera ekki að hleypa öðrum inn á þann völl og það gerir það líka til dæmis í kvikmyndageranum í Bandaríkjunum, þá má hljóðmaðurinn alls ekki fara að hjálpa ljósamannu, Nei, það er annað svið, það er annað starfsmið og unionismin allur, hann er bara birtingamend, hvað getur maður sagt, þess sem að
verður til af svona miklu fjölmenni og við erum hér njótum góðs af fámenni, við erum þetta með okkar verkalýsfélög og okkar stéttarfélög og allt þetta en þessi svona fjölhæfni, getum við sagt, sem að Íslendingar hafa í genunum, hún gerir þetta allt saman mögulegt og við teljum nú bara upp það sem við vorum byrjaðar á áðan og kostina við Ísland fyrir utan bara þökk sér golfströmmnum að við getum búið á þessari eyju yfir höfuð með þessum heita sjó sem að streymir úr Mexíkóflóanum eða ameríska flóanum eins og Trump vill kalla núna og þetta rauninni temprað loftslag, það verður aldrei of heitt og aldrei í rauninni of kalt. Kuldin sem maður upplifir til þess að vetralagi í Brussel eða Danmörku og svona þetta nýsti Síberíu vindarnir fari í gegnum merg og bein eða hítarnir bara í New York á sumrin eða kuldarnir þar. Hver ekki betra loftslagin hérna? Hreint, gott fersk loftslag og við sækjum besta fisk og ferskasta hérna beint í hreinu höfin í kringum okkur og besta hérna kjötið í íslensku lendurnar og svo bara ef maður skoðar matarflóruna, veitingahúsaflóruna á Íslandi sem í mínum uppvexti var afar fábreytt. Það var bara Hótel Saga, Naustið og Askur bóstalega. Þetta bara allt litróið í dag. Þú getur farið og fengið allra þjóða delikatessur og þetta bara svona besta veitingaborg bara sem maður getur hugsað sér. Og upplifunar möguleikarnir og afþreyingin og allt þetta sem í boði hérna og bara það að fara eitt hringinn í kringum Ísland og skoða. Ég búin að gera það frá því ég var unglingur ég var aldrei leiður á því. Nei. Og erum við nú hér aðeins bara rétt að snerta á yfirborði þess þeirra lífsgæða sem að það innibera að vera á Íslandi. Algjörlega, við erum örgulega með, Reykjavík, hvað ég var að segja, síðust kringu 200.000 manns á stór. Já. Þetta þjónustustíð á við 2-3 milljón manna borg. Já, algjörlega. Og við erum þó að stundum sé svona vottur af umferðar þunga hér í umferðina því að það hefur auðvitað verið vanrækt. Við getum alveg sagt að koma hér samgöngumálunum í almennilegt horf í þessari borg sem að telur 2/3 landsmanna, þá það nú alltaf í bígerð einhvern veginn, en bara ef þú upplifir umferðarteppurnar í stóru löndunum, í stóru borgunum, þá ertu fyrst farin að finna fyrir því. Los Angeles? Já, segum maður. En hvað við erum að tala þetta mitt, talandi listafólki okkar. Þannig nú erum við með Laufey sem náttúrulega að skjótast með einhverjum ógnarhraðaður fór stjörnuhimnin og svo mitt Kalljó sem hérna á Þingvöllum. Það ekki enn eitt dæmi mitt bara svona miðað við höfðatölu algjörlega stórmerkilegt og bara nánast ómögulegt. Já. Það náttúrulega, þetta eru tvö mjög ólík nöfn sem þú nefnir þarna en við eigum svo mikla og fjölbreytilega flóru á þessu. Ég satt nú hérna, ég fer yfirleitt á morgnana ég er svona rútínufastur þegar ég er búin að skölla stelpunum í skólan, dætrum mínu, þá fer ég og fæ mér morgunkaffið á Kaktus við Vitastíg, panta mér þar mitt Swiss mokka með haframjólk, eina ristaða brauðsneið, hálfan skammt, meðan það að afgreiðast, þá fer ég niður á horni á Laugaveginn með Vitan, kaupi mér þar eina dagblaði sem eftir morgunblaðið, geng með það og fletti því, bara snertingi við pappírinn og leið og cappuccino snertir eða Swiss mokka snerti varirnar. Þetta er mikil nautn. Þetta er svona mín nautn sem aðri myndi fá útrás fyrir í reykingum og áfengistrykki eða einhver öðru. En sem sé að hérna þennan stað vísitari heldur bara í fyrstu viku sem hann hóf starfsemi og tvær yndislegar ungar konur sem að reka þetta höfðu áður starfa á Iðukaffi gegnt listasafni Reykjavíkur, Tryggvagötu og það var alltaf svo góð nærvera, ára í kringu þær, músíkin var svo notaleg alltaf og veitingarna alltaf svo góðar og svo færði það bara þarna uppið og svo ég að sitja þarna í gær og hlusta á þar, ég myndi verið að spila Laufey og ég segi við þær, það er alltaf fyndið að heyra Laufey hérna með sitt svona djassaða bossa nova. Þetta er músikpólisían sem þið eruð búin að vera að nota hérna frá því þið opnuðu staðinn og meira sér áður.
Og þá sagði þær, já, það veit nú svo skemmtilega til að Laufey var nú bara einn af okkar fyrstu fasta kunnum hérna árum. Það bara orðið fyrir þessum áhrifum minn á Kaktus kaffihúsinu, við vitast í 12 í Reykjavík. En auðvitað sko, Laufey svo aðdánavert fenómena því að hún auðvitað, móðurættin músíkfjölskylda frá Kína, það sem náttúrulega óðbóðslega mikil einbeiting og ægi og þegar við stöðmenn fórum til Kína 86 þá kynntust við þessu, við fórum að heimsóttu tónlistaskóla þar sem ung börn voru að læra að spila á hljóðfæri af ýmsum toga með óðbóðslega miklum árangri, snembærum og þetta ber móðurinnar með sér hingað og að eina fremstu fyrirleikurunum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og svo faðirinn náttúrulega hagfræði menntaður einn af aðal endurreisnarmönnum hraunsins, sko, maðurinn sem kom okkur aftur á beinu brautina með undraverðum hætti, sko. Byrju, hver eftir pappinn? Jón Sigurgeirsson. Já. Hann var í Alþjóðabankanum í Washington, þannig að þau eru aldar þar upp í Ameríka hluta, svo kemur hann heim og í Seðlabankanum hérna á Íslandi, mjög leiðandi, verður síðan aðstoðar menningarráðherra, Lilju Alfreðsdóttur, og opaslega öflugur maður og þegar þú sér bara sko fjórðungi bræður til fósturs í þessu tilfelli Ísland og Kína í raunin að pródúsera afburða fólk eins og það systur tvíbura systur og ægin úr kínverska músikgenunum og snerpa huga hans og svona hinn hagfræðilegu getur við sagt gen sem að koma föðurættin og skipulagshæfileikarnir. Þetta leiður okkur til þess og svo þetta koma aðri þættir inn eins og COVID-ið með þegar hún í einum frægasta jazzskóla heims í Berkeley í Boston í Bandaríkjunum. Allt í henni læst inn í herbyggi, má ekki fara neitt, þá kveikir hún bara farsímanum og að spila sín verkefni í skólanum, svona jazzaða einhverja músík standarda og eitthvað sem hún að byrja að semja sjálf, kornung og það auðvitað ákveðin svona window of opportunity þú þegar falleg ung stúlkar með þessa fallegu hljómprúðu rödd og spila svona fallega hvort sem það á hljóð, píanóið eða sellóið það ekki hægt annað en að hrífast að því og svo bara nær hún að rækta þetta upp og safna liði í kringu sig og búa til þetta stórkostlega ævintýri. Alveg sama hægt og Kaleo auðvitað renni bara svona húsband hérna á gamla Hressó, sko. Þú voru bara svona að spila coverlög upp í pubum í hérna Mosfellsbæ og niður í bæ og svo bara fara þeir að semja sína eigin músík og svo fara þeir og spila á einhverjum svona messum og fara síðan bara í alveg óðbóðslega agaða, harða tónleikahaldsvinnu í 10-12 ár bara alveg non-stop sem tekur mikið á, það er mikið þrek og mikla einbeitingu og það þeir eru þetta búin að vera uppskera ávexti þess erfiðis og ferðast allan heim og eru náttúrulega núna að koma hérna núna annað ári í röð með svona stóran viðburð sem að þetta Íslendingar get ekki annað en bara hrifist með og dást að það full innistæða hérna Jökull náttúrulega gríðarlega flottur söngvari og höfundur og frontmaður og hljómsveitin svo vel skipuð, þetta sem einn maður og þeir fjórir búin að vera svo lengi saman í hóp og svo fá þeir þetta undrabarn sem hann Gaukur, munnhörpuleikari og stílgítarleikari sem ég leið mér að segja, fremsti hljóðfæraleikari heims á sínu sviði. Það voru Toots Thiemann og Larry Adler sem náðu svona tökum á munnhörpunni. Það engin í rauninni sem ég hef vitað annars náð svona langt í því að taka venjulega munnhörp og gera hana að alvöru jazz hljóðfæri með öllum þeim krómatísku og heil- og hálftónum og kvarttónum sem að þarf til þess að sveigja hana að vilja sínum með þeim hætti sem hann gerir. Hvílíkur happafengur fyrir það að fá hann inn. Já, ég sko sé þá ekki það, mér hefur alltaf fundist tónlistin þeirra frábær, en eftir að hafa farið á tónleikana í fyrra, þá sá ég þá í alveg nýju ljósi. Sko. Já. Það alltaf með 4 milljarðar streyma sem eru með undir beltinu. Já, það svolítið. Það bara þannig, það ótrúlegt. Hvað heldur sko einhvern veginn fyrir að hugsa það núna þegar þú tala
þá og hæfileika þeirra og og streymin og svona sko og einmitt að koma á svona viðburð eins og að því nú eru margir með áhyggjur af því sko að gervigreindin sé svolítið að taka yfir tónlistina. Hún mun alveg sjá ruslið í tónlistarheiminum. Það kemur ekkert í staðinn fyrir mannlega visku og mannlega greind og mannlega sköpun. Maður heyrir það og sér það eins og skot ef að þetta artificial intelligence, ef þetta gervigreind eða vitlíki eins og Færeyingar kalla það. Og ég fæ alveg græna bólur þegar ég sé þessa langhunda sem birtast á samfélagsmiðlum. Þá búið að setja gervigreindin eitthvað fyrir, hún kann ekki að stoppa og sá sem að ítir á takkan og biður pistilin, hann kann ekki heldur að editera. Og þetta kemur til með að lama smá saman atgerfi þeirra sem að einu sinni lærðu stíl og lærðu að skrifa frá eigin brjósti. Þú veist, geta bara kastað inn einhverjum orðum og fengið einhvern langhund. Sama með músíkina, ég fæ alveg sko græna bólur þegar ég heyri gervigreindar músík, þetta bara sko... Ekki, sko ég veit ekki, nú eitthvað sem kemur til mín sko með það var þegar að athyglisbann fólks var alltaf að minnka sem að það svo sem búið að vera að gera og þá var bara því nú mitt svið fjölmiðlar og þá var þetta alltaf að minnka. Já. Og enda niður í bara TikTokinu sko, bara 10 sekúndur, en þá springur út hlaðvarpið sem alveg hináttina. Já. Þeir bara 2 klukkutíma samtöl og þá hugsa maður að sama einhvern veginn, ég held að sko, þetta sé alltaf eitthvað pendúll sem leitar að jafnvægi og ég held að því lengra sem við förum í þetta, gervigreindar og allt orðið þetta, því meira mun fólk sækja í samneiti með öðru fólki, viðburði þar sem annað fólk og það mun ekkert koma í staðinn fyrir það sko. Ég held að markaðurinn muni núna verða meira nokkru sinni fyrir slíkt sko. Við erum bara í stöðum svona, við skulum segja, þróunarfösum og það var þetta dálítið, getum við sagt, imponerandi og ánægilegt að sjá að til dæmis að Spotify sem að náði náttúrulega þessum ótrúlegu undirtökum á tónlistarmarkaði, það að segja neyslu almennings gegn áskriftargjaldi, þar voru þeir að framleiða sjálfur á þess að viðurkenna það beint tónlist og hafa fyrir gervigreindarfasan, þeir voru að gera menn út í hljóðverum undir íslenskum nöfnum, svona Heimir Klemensson og einhver svona íslensk nöfn og artworki var íslensk fjöll og firðir, það bara því að ímynd íslenska tónlistar, hún seldi ein og sér. Þökks í öllum Björkunum og Sigur Róssonum og Laufeyjunum, öllum þessum gróðri og Kalíó, en sem sagt, nú hefur gervigreindin tekið dálítið við þessari framleiðslu deild og það að spýtast út lög sem að engin höfundur að og engin flytjandi raunverulega, þannig að þeir eru að taka stórfé úr eigin vasa og færa yfir í annan vasa. Og eru búin að vera að því ansi lengi og það var nú, ég fór með menningarráðherra Vitera núna í síðasta mánuði til að hitta og ræða við þá þessar áskoranir og ögranir. Hitta hverju, í Spotify? Já. Yfir menn Spotify í Stokkólmi og við vorum bara að biðja grið, við vorum að biðja það að okkar viðkvæma málsvæði sem að telur þessar 300.000 sem tala íslensku að það hjálpað til við að leyfa okkar tungumál að lifa af í samkeppninni við engilsaxneskuna og allt hitt, alveg eins og þegar Kvikmyndasjóður Íslands var stofnaður og sömu forsendum í rauninni. Og þeir horfðu á okkur og hlustuðu og voru að sýna okkur Laufeyjurnar og Kalíó og allt hvað þeir væru að gera góða hluti fyrir íslenska tónlist. En þetta fólk í öðrum löndum með sín megin hagkerfi. Þannig að við erum að segja ekki neyða íslenska tónlistamenn til þess að þurfa að flytja úr landi og fara að gera samninga við erlend fyrirtæki sem hirða þá arðsemin af íslenskum hugverkum. Hjálpið okkur að rækta garðinn í okkar heimalandi, þannig að við getum gert út Laufeyjar og Kalíó og Bjarkir og Sigur Rósir frá Íslandi sem að kemur þá íslenska, hagkerfi íslenska tónlistar til góða. Það markaðsbrestur í þessum
tónlistar útgáfu heimi á Íslandi. Einu sinni voru hér til 20 útgáfu fyrirtæki. Það 1 eða 2 eftir. Einmitt. Listamaðurinn þarf í sjálfur sér að fjármagna sín eigin hljómrit í dag og hann mun í rauninni aldrei ná endum saman nema þessir 5 svona vinsælustu hip-hop artistar. Já. Hitt allt meira að minna meðgjöf. Þangað til við náum að fínstilla kerfi og til þess þurfum við samráð við okkar stóru bræður í stóra Svíþjóðar velferðarlandinu. Allt til þverbröstur í þeirri staðreynd að þetta fyrirmynda ríki jafnaður og velferðarkerfis í heiminum skuli hafa alið af sér ýktustu birtingamynd öfgakapitalismas sem Spotify. Já. Það sem að 90% af tekjunum renna til 10% elítu listamanna í heiminum. Þar með eru 90% listamanna heimsins að bítast 10% sem eftir eru, sem eru krónur og aurar. Já, einmitt. Og svo þetta mitt áhvert að því að ég einhvern tímann spurðist fyrir að því að nú talaði að það einhver tiltekin tala sem að tónlistamenn fá fyrir hvert streymi. Já. Og ég fór alltaf að hugsa hvað með hlaðvörpin? Já. Því nú spilast þau á Spotify og Apple Podcast og þessu sömu veitum, Já, verðum við ekki moldríkur á öllum þessum orðum? Ég ætla að hugsa það sem einhver sem ítir á play hjá mér. Já. Og hann ekki að hlusta í 3 mínútur, hann kannski að hlusta í klukkutíma. Já. Ég fæ 0. Já. Ég fór þetta því að ég verið að halda þessu úti lengi. Ég held ég sé með einhverjar 7 milljón streyma. Já. Það var alveg fínt að fá eitthvað fyrir þetta, Það var eftir að tvöfaldast eftir þetta viðtal, svo við fáum ekkert út úr því. Hlaðvarpararnir fá ekki neitt, Nei. nema bara einn, kannski, nei, ekki einn, eru nokkrir. Joe Rogan, hann fekk $100 million þegar Spotify baði að fá katalógin hans, Já. Þannig að þetta eins og segir, þetta áhugaverkandi og þá það til að ná hlaðvörpunum þangað yfir frá YouTube, Jú. og þá taka þér þessa allra stærstu, borga þeim einhverja brjálaðasömmur og hafa þá exklúsíft á Spotify í ákveðin tíma til að ná náttúrulega inn fleiri áskrifendum, Hefur þú séð það er á Netflix heimildaþættir eða leiknir þættir hvernig Spotify var til, sem heitir The Playlist? Ég hef heyrt af þeim, ég ekki búin að gefa mig tíma til að horfa á þetta, en þetta nú bara eins og þegar hljómplatan verður til sem markaðsvara fyrir liðlega 100 árum síðan og svo fasast það eitthvað og svo breytist hún í geisladisk og þá fer gamli katalógurinn endurnýjun lífdaga og menn efnast vel af þessari gullöld hljómplötu versus geisladisks og svo færist þetta yfir í þetta rafræna form og þá verður markaðsbrestur því að þá ekki lengur til þessi jólagjöf eða afmælisgjöf sem réttir vininum og ég trúi því að við munum upplifa það, ég og þú að þetta breytist til betri vegar og sanngjarnari vegar vegna þess að þetta algjör óöld, þetta algjör markaðsbrestur og fyrir það sem að víðast hefur borið hróður Íslands í heiminum með fullri virðingu fyrir bókmenntum og kvikmyndum og fjármála snilli allri, þá það tónlistin sem að flestir þekkja okkur af og við verðum bara að koma þessu í lag. Ég hef lagt til að það sé bara eins og þekkist í netveitum og meira segir Spotify í öðrum löndum, þá bara einhver 5% gjald sem að sett á áskriftina sem að rennur í framleiðslu sjóð til þess að hægt að viðhalda útgáfu í viðkomandi landi. Og ef að Danir og Írar og aðrir geta þetta nú, þá getur við þetta og ég veit að Logi Einarsson mjög áfram að koma þessu í gegn í kapphlaupi við öll hinn frumvarpin sem vilja í gegn komandi ári og árum. Já, það man ekki hvernig orðað dóðan með að við verum alltaf að leita þessu jafnvægi við að þeir eru að tala hvaða gott að búa í Íslandi en það aldrei neitt samfélag sem hefur náð henni fullkomna jafnvægi. Í þessum efnum vandinn á heimsvísu. Einmitt. Það ekki bara við, en við náttúrulega finnum ekstra mikið fyrir það því að við erum á slíkum örmarkaði hér en alveg eins og við náðum meiri og skjótari endurreisn eftir fjármálahrunið hér 2008 sem var auðvitað ekki eins og margir vildu vera að láta, þetta væri bara heimatilbúið allt saman og Ísland væri þungamiðja fjármálakerfisins í heiminum og hafði valdið öllu þessu skaðræði en við vorum fyrst til þess að ná vopnum okkar á ný og breyta sókn
eða breyta vörn í sókn með ótrúlega skjótum og árangursríkum hætti, þakk sé meðal annars ferðaþjónustunni og fleiri þáttum og íslensku krónunni sem að við gátum stýrt sumum til góðs og öðrum til ills en allavega hefðu verið í evru á þeim tíma þá væri endurreisnin ennþá á leiðinni til betri vegar en ekki komin þangað sem við erum í dag. Algjörlega. Hérna bara svona rétt að lokum ég hef nú nefnt þetta við áður. Hver er lykillinn að vera svona unglingur? Já, það oft spurt að þessu og það ekki til neitt eitt svar annað en það sem ég hef notað sem mitt staðlaða svar. Lykillinn að það vera alltaf að fást við eitthvað sem skemmtilegt og krefjandi og gefandi í senn. Og ef manni finnst gaman að vera til, ef þú hlakka til hvers nýs dags, lykillinn í mínu lífi að viðvarandi lífshamingju, annars vegar þakklætið fyrir það sem ég hef fengið og börnin mín og engalífið og allt það, en tilhlökkunin eftir nýjum hljómi og þetta hljómar svona dálítið eins og svona einhver svona nördismi í himinhæðum sem fæst skilja, en hljómfræðin svo ótrúlega gefandi og tónlistin, sko, hún virka og ég segi við börnin minn, ég vil að þið læri tónlist á þess að ætla ykkur að vera tónlistafólk því hún hefur svo góð áhrif á tilfinningalífið, hún svo góð áhrif á taugakerfið, svo slakandi að fást við tónlist og hún svo góð áhrif á heilastarfsemina því að þið eru að fást við í rauninni svona starffræðilegar og verkfræðilegar áskorunir í hljómfræðinni og svo félagslegi þátturinn alltaf ómetanlegur. Einmitt. En ég segi bara fyrir mig persónulega þá það tilhlökkunin eftir því uppgötva nýjan hljóm á morgun og hinn. Gott svar. Frábært að fá þig heimsókn og vonum að 20. júní verði stórkostlegur dagur á Þingvelli. Við hlökkum mikið til. Algjörlega. Takk fyrir. Takk sömuleiðis.